Á meðan við foreldrarnir erum að glíma við daglega baráttu skjátímann í stofunum okkar, eru kennarar að leggja sig alla fram við að keppa við þetta tífólí sem alltaf í vasanum hjá börnunum. Skólastjórnendur að reyna að finna leiðir til að stjórna símanotkun í skólum, en ég hef oft litið upp og hugsað með mér að það væri komið tími til fyrir yfirvöld að taka ábyrgð á þessum málum. Að mínum mati óhætt að segja að það sé nú orðið óumdeilt hversu skaðlegir snjallsímar eru fyrir bæði námsárangur og félagsþroska barna. En það ekki bara það. Það virðist einnig vera einhver alvarleg tengslarof sem á sér stað meðal barna og unglinga, þar sem félagsleg samskipti þeirra eru farin að snúast meira og meira tölvur og síma en raunveruleg samskipti. Því lít ég til stjórnvalda og finnst að nú sé kominn tími á að stjórnvöld komist að þeirri niðurstöðu að taka verði röggsöm skref til að bjóða upp á heilbrigðara umhverfi fyrir börn og unglinga þegar kemur að símanotkun. Í dag erum við svo heppin að fá Jón Pétur, þingmann Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóra, sem hefur mikla innsýn í þessa umræðu. Við erum spennt að ræða þetta mál við hann og fá hans sjónarhorn. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Sæll, Jón Pétur, verður velkominn. Á sælar báðar og takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma, við erum virkilega þakkláttar að þú sért hérna hjá okkur í dag. Kannski bara byrja að tala viðtalið sem þú tókst á Bylgjunni daginn. Já. Manstu eftir því? Já, mér svona rámar í það. Það er tvö nýleg. Þetta er svona mikil stjarna. Það fer allt upp einn færigraut. Það eru tvö viðtöl. Annað þeirra var eftir hádegi og hitt var morgunin. Ok, það var Bítið og Reykjavík síðdegis. Ég man ekki hvort það var, en þú talaði að rót agaleysis væri vegna tengslarofs vegna snjallsíma. Já, ég nota þessi orð það sem ég hef áhyggjur af í kringum þessa snjallsíma og þessi snjalltæki öll. Já, og ég fór bara hans að hugsa, eru foreldrar og kennara bara komnir í smá stríð? Mér finnst allir vera að benda hvern annan, en hvað í gangi? Hvar liggur rótin? Rótin liggur kannski í miklum hraða í samfélaginu. Við erum þjóð sem við vinnum þetta mest innan OECD, sem þýðir það að við höfum minni tíma fyrir börnunum okkar, foreldrarnir, og fyrir vikið þá verða þeir stundum krakkarnir eða börnin ákveðin svona afgangsstærð. Og það er mikið að gera, það er úlfatíminn, mann koma heim og vinnur, fara að kaupa í matinn, það er læti og þá gerist það stundum að börnin fara í tæki sem að halda þeim uppteknum og þau bara sogast inn í tækin, eins og ég nú stundur lýst því þannig að þeir sem hafa hort á Harry Potter myndirnar og þegar vitsugurnar koma og þá sem sagt í síminn í raun, hann tekur alla athygli barnsins og einbeitinguna og barnið verður algjör þiggjandi. Hann gerir ofboðslega lítið með það sem að gerast. Það bara þiggur og það alls konar upplýsingar og ekki upplýsingar sem að barnið nemur þarna og það líka, þetta verður svona jákvæð styrking, það er svona sálfræði hugtak styrking að sem sagt barninu líður einhvern veginn, það eitthvað að gerast heima því leiðist kannski og þá bara farið að síman, þá líður þið betur. Þannig að svo hegðun að fá síman í hönd verður eins og svona rafræn snudda. Þegar bara þú getur fengið síman og þá bara kemur þögn og þú bara inntekur það sem síminn gefur þér. Og svo náttúrulega bara algrim sem að reiknar þið út og þú farið endalaus myndbönd eða eitthvað slíkt sem að þér finnst gaman að horfa á en endurtek þú þiggjandi. Og það er eiginlega engin dýpt í þessu. Þetta er bara svona grunnt áreiti sem hefur samt áhrif á þessar heilastöðvar sem veita velíðuna tilfinningu og þegar þetta er komið þá fer allur tíminn í það að vera í þessu en ekki að þjálfa sig í samskiptum, tala við foreldra sinni eða systkini, ekki að kljást við systkini sín og það sem að þú ert kannski leiðréttur félagslega því að
börn þurfa á því að halda að lenda í ákveðnum útistöðum og ef að hegðun þeirra ekki félagslega rétt, þá fá þau bara harkalega viðbrögð frá öðrum börnum og þannig læra þau líka hvernig á að hegða sér í samfélaginu. En núna eru eyða börn alveg ótrúlega miklum tíma í símum og verða þá af þessari þjálfun, þannig að félagsfærni barna minnkar stöðut og það sýna bara rannsóknirnar að þau eru mun minna félagslega fær núna heldur en fyrir 10 árum síðan. Svo líka þetta það sem að tengi sköpun og hugmyndaauðgi, þetta hrapar allt vegna þess að sköpun og hugmyndaauðgi byggir allt á þekkingu. Þú þarft að hafa grunnþekkingu, svona fyrri reynslu af einhverju til að geta byggt eitthvað nýtt upp. Þú verður að hafa orð og hugtök yfir hlutina sem þið langar að búa til að mynda hugsanir og hugsanir verða síðan einhverju sem þau getur framkvæmt og þetta allt saman verður til þess börnin í símanum, foreldrarnir að gera eitthvað mögulega líka í símanum, systkinin að horfa á Netflix, það er allir í sínum heimi. Það er enginn með sameiginlegar minningar, enginn að búa til sameiginlegar minningar og tilfinningar sem síðar er þetta ræðum, því að í raun gengur allt lífið út af það, þegar þú nærða að mynda svona eitthvað sameigilegt með einhverjum, þá getur farið í bíltúr og þá getur endur framkalla það og farið að ræða það og þið þekkið það örugglega báðar þegar þið hittir ekki eitthvað fólk sem hefa aldrei séð áður og þá farið þau svona ræði, beti hvaðan er þú? Svo hún er Garðabænum, þau þekkið þú Stínu sem átti heima hérna í Lönguliðinni, já og þá er komið eitthvað sameigilegt og þá farið að tala það. Það hefur verið að taka þetta frá börnum í dag bara í stórum stíl og þetta er í raun því miður eitt stærsti heilbrigðisvandi sem við komum til með að glíma við og erum að glíma við og félagslegu vandi vegna þess að þeir sem lenda verst í þessu eru stundum börn sem að búa ekki endilega við gott atliti heima og þau eru og þá í skólanum eru kannski erfiðar uppdráttar, það eru líka skjáir sem þau geta horfið inn í það kemur bara þögn eða komið krónbækur og iPada fyrir framan sig, þannig að þessi börn tapa oft af lestinni, börn sem eru með foreldrar sem eru stöðugt að lesa fyrir þau eða gera eitthvað með þeim, þau eru líklegir til að sleppa frá þessu, þrátt fyrir að þau geti algjörlega lent í þessu líka og þetta er í raun ákveðið rof sem verður vegna þess að börn eru ekki bara dauður hlutir, þau eru lífrænt vefur sem þarf á örvandi umhverfi að halda og umhverfi sem er þannig að þau læri ný orð og það verði eitthvað nýtt til í hugum þeirra og það er ólíklegra að það verði til ef þau eru á einhverju TikTok rulli eða Facebook eða Instagram eða í Snapchat í einhverjum svona yfirborðskendum umræðum við mögulega önnur börn. Stundur nú að nefna þetta því að þegar þú varst að tala þetta allt saman, ég er algjörlega sammála þér, þá fór ég líka bara að hugsa okkur fullorðna fólkið. Við erum líka inn í okkar eigin heim, við erum öll komin, það er svo mikið skautun, við erum öll komin í okkar eigin algoritma, við erum öll ósammála og við getum ekki eins og rætt einföld málefni að fara bara að rífast og útskofa hvort öðru. Er þetta kannski líka bara ástæðan okkur við fullorðna fólkið erum svona rosalega einmana? Líka bara, þú nefnir skautun en ég hugsa bara sjálf mig, ég hitti vinkonu mín alveg rosalega sjaldan, það er bara mikið að gera og ég spyr stundum bara, getum við skoðað þetta fyrir 12 ár en jú, alveg stundum í hádeginu og svona, en við erum ekkert að hanga, ég man bara það voru oft vinkonur í heimsón hjá mömmu þegar bara meðan hún var að elda, ég var að leika og þær voru bara að spjalla, ógeðslega næs. Já, ég bara hugsa allir eins og ég og maður minn við reyndar horfum mikið saman núna, erum að horfa saman á bíómyndir og saman á kannski einhverja fyrirlestra eða einhver viðtölu eða eitthvað svo leiðis til að geta haft þetta saman en það var ekkert alltaf þannig og já, það eru mörg pör bara í sikkurum hotnir í sófanum að gera í símanum bara skrolla í sikkurum TikTok algoritmanum eða eitthvað ég bara hugsa að því við erum öll svo einmana. Þetta er alveg bein afleiðing þess, þetta eru þessi tæki og þessi en alltaf ég raun bara öppin þau eru bara hönnuð að geðlæknum og sálfræðingum til að ánýtja okkur þetta er bara markvisst reynt að fá okkur til þess svo er algrímið það reiknar okkur út og ég og fjölskylda mín eru mjög meðvituð þetta en maður stendur sér stundum að því að vera að horfa yfir fjölskylduna einnir í sófónum í TikTok annar að gera eitthvað þarna og svo er einn að horfa á fréttir og svo þriði í iPadnum. Hvernig eigum við að ráða við þetta? Þetta er bara stórskotalið sem er að
græja þetta fyrir okkur. Já, við verðum í raun með einhverjum sko húsreglum, við verðum bara fyrir sko fjölskyldunar og börnin okkar, við verðum að leggja það á okkur, að leggja símónum yfir og þessum tækjum í ákveðna stund, bara eftir maður kemur heim úr vinnu eða á kvöldin og svo verðum við að eiga svona sameilar stundir þar sem við búum til minningar saman. Það er algjörlega nauðsynlegt, það er nauðsynlegt fyrir okkur bara, við erum félagsdýr, við þurfum á því að halda að gera það sem við erum að gera núna, horfi í augun okkur öðru, kinka koll, við erum að tala, virklustun, þannig fáum við endurgjöfa það sem við erum að gera og styrkjumst í svona þægilegri í ákvæðri hegðun. Þetta skiptir bara öllu máli fyrir okkur sem félagsdýr og það er sem sagt þessi, við, börnin okkar eru núna meira einmanna heldur gamla fólkið á elliheimilunum og það er sem tölvöld að sína það. Þannig að börn sem eru frá 15 til 20 ára eða ekki börn orðin 20 en þessi aldurshópur og upp í 25 er meira einmanna heldur en amma gamla sem er inn á elliheimilunum. Þau eru einmanna sko. Já, þau eru einmanna, þau fá kannski heimsóknir 2-3 viku, sum kannski meira og önnur minna en þetta er graf alvarlegt en við eigum bara í höggi við ríkustu fyrirtæki heimi Apple, Google, Microsoft þetta eru ríkustu fyrirtæki heimi og þau eru með alls konar útsendara á sínum snærum og til dæmis bara inn í skólunum það eru störf inn í skólunum sem eru þannig hönnuð að það þarf svona fólk sem er tölvufært og sem sagt búið að telja skólakerfinu trúum það að það þurfi þessi tæki, ákveðna tæki þannig að í raun og þetta fólk hefur stundum fengið þjálfun frá Microsoft og eru með alls konar gráður í kringum þetta fólk hefur beina hagsmun á því að koma þessum tækjum inn í skólana eins og bara spjaldtölvunar já, eins og það er en ég er ekki að segja að fólk sé vísvitandi að gera þetta það er bara sjálft með í þessu rugli og við sáum, ég veit ekki hvort þið sáu fréttirnar frá Bretlandi að fjórða eitthvað barn sem er að byrja í grunnskóla það er ennþá bleiu í Bretlandi og þau get ekki almennilega setið bein að því að vöðvarnir í líkamanum er ekki nógu vel þjálfaðir því að þau er í raun bara í kyrrstöðu mjög mikið allt sitt líf fram að grunnskóla aldri og þau eru og auðvitað 5 ára börn. Já, þetta eru 5 ára börn á leiðinni í grunnskóla 1/4 er gengur með bleiu að því að það verður líka bara útundan í samskiptunum. Það er átak að venja fólk af börn af bleium eins og því bara þekki sem mæður báðar. Það getur alltaf að vera átakstundum að venja börn af bleium og ef þú þarft þess ekki, ef barnin getur bara verið með bleiuna, þá gera menn það ekki. Og þessi áhrif er þessi snjallvæðing samfélagsins að hafa og eins og ég ætla bara að ítreka það, þetta er og verður eitt mesti heilbrigðisvandi þjóðurna, bæði náttúrulega bara geðrænn og andlega og svo líka bara líkamlega og félagslega því að börn út í dags, ég er að umgangast mjög mikið af börnum sem eru á grunnskólaaldri og í unglingadeildum og þau eiga bara erfitt með að tjá sig innbyrðis því að orðaforðin er takmarkaður og félagsfærnin í því að hvernig þú átt að hafa samræður er líka takmörkuð, þau fara miklu og ég bara, nú veit ég það, allir fóreldrarnir sem er að hlusta 99% þeirra vita það ef þau eru með krakka, segjum bara 5-6 stráka, 13-14 ára allar líkur á því þessi allir bara í síman þessi ekki að tala saman eða tala ensku, ég veist það mögulega, já, þeir sumir tala ensku og það er svona ákveðin hópur sem að tekur það upp en þessi börn sem að er á þessum stað þau verða bara af miklum lífsgæðum og tækifæri þeirra til lífsgæða til framtíðar eru bara tekin af þeim því að þessi tími, hann kemur ekki aftur þetta er mikið mótunarferli í lífi barna þau þurfa að læra það hvernig það á að rekast félagslega í hóp og eitt af mikilvægasta það er svona þrennt sem ég segja að sé mikilvægast í lífinu það er að geta tjáð sig í ræðu og riti sem að geta skrifa texta og geta tala þannig og komið skoðunum og viðhorfum á framfæri. Þú þarft þá að hafa orðaforðin og hugtökin yfir hugsanirnar. Og svo er það að vera félagsfær, að geta lesið salin, vera þannig að öðru fólki finnst þægilegt að vera í kringuð og nálægt þér. Að sé leita til þín, að þannig farið þú tækifæri. Fólk sem er þannig, það farið miklu fleiri tækifæri heldur en fólki sem rekst illa í hópi. Er alltaf með allt á hotnum sér og einhvern veginn segir ofbóðslega skrýtna hluti sem er algjörlega samhengi við það sem er kannski
í gangi í einhverjum hópi. Þannig að þetta þrennt er verið að taka af börnum auk margs annars og þetta bara svo graf alvarlegt að við erum að nota börninu okkar og okkur sjálf, því að við erum alveg sjálfarnar líka, við erum bara söluvara þessara fyrirtækja, því að það er náttúrulega bara algoritmi reiknar okkur út hvað þú staldrar lengi við hvert TikTok-vídeó, hvað er það lengi nákvæmlega, fórstu tilbaka það er allt reiknað út og svo eru auglýsingar seldar út á þetta, þannig að við erum söluvaran, við töpum nánast að öllu leiti á þessu auðvitað er hægt að græða ykkur tímann eitthvað, þú getur séð kökuskrittir eða eitthvað þarna inn á þessu miðlum, en að langmestu leiti er þetta tap staða fyrir okkur. Vá, ég held stundum sko alltaf í þessum podcast-þáttum að við séum búin að ræða allt út af því hvað er þetta 14. þátturinn, en núna er bara sitt gapandi, nú veist með margt það sem þetta segja. Ég kannski ekki að, sko, ég er að tala af reynslu og líka ég er búin að lesa mér mjög mikið til þetta. Ég er búin að skoða hérna ræður sem ég held árið 2017, þegar ég var að slíta skólanum, þar sem ég var skólastjóri, og þá var ég að tala þetta. Þú veist, 2017 það er alveg mörg ár síðan það var það er 8 ár gerast, sko. Það varst þú bara eitthvað svona klikkaus sem trúður ekki á tækni eða eitthvað. Já, ég fæði að heyra það mjög ofta að þú veist að maður sé gamaldags og eitthvað, ef ég er gamaldags þá segir ég bara góð gamaldags, þú veist, ég vil þá bara vera gamaldags. Ég vil líka fá að benda á það því að þú talar hvernig tæknifyrirtækin er að gera það með algríminn og erum að þau eru að skoða allt sem þú gerir í appinu og eru að vinna út frá því hvernig þau ætla að búa til meira efni til þess að, eða sína meira efni til þess að halda þér. Þau eru kortleggjaði frá A til Ö. Já, og ég ætla bara að fá að leggja hérna orð að þetta er allt satt sem hann er að segja. Ég er tölunarfræðingur og ég hef unnið í fyrirtæki sem gera þetta. Og það eru bara sér hópar sem kallast user engagement. Meina viðskiptamódel þessara fyrirtækja gengur út á þetta. Þú getur sýnt fram á tölur til fyrirtækja, ég get hringt í eitthvað fyrirtæki og beðum, heyrðu, mér langar að ná til 14-16 ára drengja sem hafa áhuga á dýragörðum og þá er bara að reikna þá hverjir það eru og þú, já, heyrðu, þetta er markhópurinn, hvað viltu fá hann, í hvaða landi, þú veist, er þetta sem sagt netsala eða hvað viltu gera, viltu koma með einhverjum upplýsingum til þeirra eða og svo get ég bara sagt það og svo bara borga ég það ákveðið mikið fyrir það hversu lengi auglýsingarnar eru í loftinu og þess vegna birtist síðan alls konar auglýsingar hjá ákveðnum hópum en aðrir hópar sjá þar ekki og þetta, þú veist, svona græða þessi fyrirtæki pening og þess vegna eru þau svona stór þau gripu þessa gæs og eru búin síðan að nota þetta á okkur bara í raun mannkynið allavega í hinum vestrana heimi og við erum orðin og ég þar á meðal orðin ánetjaður því að ég finna alveg að síminn, þú veist, ef ég veit að það eru mörg skilaboð, ég er búin að byrja eitthvað fæslu og ég veit að það eru margir búin að annarkvort að setja like eða ekki like og skrifa eitthvað undir hana, það langar mér rosalega mikið að sjá það og það truflar mig í mínu daglega lífi. Þú veist, ef ég er þá að gera eitthvað annað, þá er þetta trublandi, þá fer ég í símann, leið ég búin að rjúfa einbeitinguna, þá er talað um að taki 22 mínútur að ná henni aftur og það sem ég tala svo mikið við krakkana í þeim skólum sem ég hef unnið, þetta er aðalega úlingar og ég þekki þau bara mjög vel, tengist þeim mjög vel þannig að ég þekki þau með nafni og veit hverju foreldrar eru, þannig að þau segja mér satt ég fengi að sjá símanna þeirra að meðaltali eru það að fá svona 20-60 skilaboð í hverri kennslustund sem er 40 mínútur þannig að það er meira skilaboð, hvort sem er chat, messenger já, ef það er einhver að senda þeim bara tilkynning já, ég skil það er tilkynning í síman og símarnir eru á kannski víbrandi í jakkavasanum eða í töskunni en þau vita að það er eitthvað þarna ofan í töskunni einhver lítill fjársjóðu sem þau geta opnað það getur verið skilabóð, kemur henni sjopp í 3 mínútum eða, þú veist, Kalli, þú veist, landafræðikennari barði eitthvað með priki, þú veist, það getur verið alls konar skilabóð og þetta er bara trublandi og er það nema von að til dæmis námsárangur barna, hann er sko svo gott sem hruninn ef þetta var einhverju öðru heldur en hjá börnum í námi þeirra, staðan eins og hann er núna þegar 50% drengja og 30% stúlkna get ekki lesið til gags eða þess að er ekki með grunnfærni í lesskilningi ef þetta var í spítölunum þar sem að kæmi ljósa að hjartaaðgerðir gengju 5 sinnum verð hjá okkur heldur en Svíum það er bara að loka deildinni 1, 2 og 3 eða skoða eitthvað í kjölinn sko. En í hvaða skóla varstu? Ég hef kennt
og verið skólastjórnandi í réttarskóla og verið skólastjórnandi í Melaskóla líka. Og voru þetta símalausi skólar? Melaskóli, ég var skólastjóri þar 2020-2021 minnum mig. Það yngri barna skóli og það var ofboðslega ferskt að koma inn í hann því að smitið var ekki komið ofan í 1. til 7. bekk. Og það var svona einhvern veginn að koma inn í það var svo verið eyðimerk og kom bara inn í vín það sem verið bara fíkjupálmar og vatn. Á hvaða árum var þetta? Þetta var 2021. Ég var sem sagt skólastjóri í Réttarskóla og eftir COVID. Já, kringu COVID, COVID kom aðeins að mistum nefnilega tökin í COVID eins og við tölum stundum með. En upp í Réttó þar hefur þetta bara smátt og smátt vestnanar, kemur inn, horfir inn gangana, það sem eru svona bekkir sem eru upp með veggjum og það sitja sko kannski 20 barna, sérstaklega strákar bara með höfuðið niður og síman í fanginu annarkvort á einhverjum leik eða horfandi á eitthvað og eiginlega enginn að tala saman og og þetta símanur skóli eða ekki það sem ég held að og eiginlega bara vissum að þetta þarf að vera miðlæg stefna, það þarf að vinna rosalega gott efni það sem að sýnir bara svart á hvítu að ef þú ferð þessa leið þar sem að barnið í símanum eða þessu snjalltækjum og eyðir svona miklum tími þá eru semast minni líkur á lífsgæðum og bara sína fram á því með rannsóknum, það eru til nóga rannsóknum sína og beinharðum peningum ævitekjur þínar og tækifæri til góðra starfa og tækifæri bara til að skoða maka tengist þessu beint. Það hefur engin áhuga að búa með manneskju sem einhvern veginn ekki félagsfær og getur ekki gert neitt af því að það bara sokkið í einhvern kvíða og einmanaleika út af því að ef það kemur eitthvað upp á, þá er mann svo strá í vindi, þá geta mann ekki tekist á við eitt mótlæti. Og það þetta sem skiptir líka svo miklu máli að börn læri það, að það kemur eitthvað upp á, að þau komist yfir það sjálf, að við sem foreldrar ryðjum ekki öll í burtu. Og ef það eitthvað mikið, þá getum við hjálpað þeim. Og líka það, ef þau leiðist, að þau bara þjálfist í því, það ekkert að gerast, ég get ekki flúið inn í síman og látið eitthvað fara í gang ég verð bara að sitja einna og hugsa minn gang og þeir sem að stunda íhugun eða hafa farið út í náttúruna að labba eða sitja við einhvern heilur að veiða með flugu þeir vita það hvernig tilfinninga það kemur svona ró yfir mann ef maður situr í sínum eigin hugsunum þá farir maður átt hugmyndir þannig að þetta skiptir þetta bara sálfræðilegt að þau læri það að þeim getur leiðist og það enginn sem bjargar þeim út úr því þau verða að læra það sjálf og svo hitt þessi ágreiningur sem getur komið upp þau verða sjálf að geta leist úr ágreiningi að þegar þau læra það ekki smátt og smátt í einhvern litlum skrefum þá munum þau aldrei geta það að þau verða úlingar og þau munum bara leið gefa eftir að kemur eitthvað upp á þá munum þau hörfa og þá munum þau styrkja þá hegðum með því að komast í eitthvað örugt umhverfi og halda það áfram leið og kemur eitthvað annað upp að þá hörfa þau aftur í stað að vera í gegnum kvíðan og gegnum þessar hluti sem eru erfiðir og upplifa sigrana í kringu það og styrkja þá hegðum þannig búum við til þrautsegi í fólki og börnum og við verðum að byrja á þessu strax við verðum að byrja á þessu bara frá því eru bara pingu lítil, auðvitað ekki láta því einhver hörku slagur á milli ykkur að það með að skilja þau sundur en ef það einhver ágreiningur við sem ekki alltaf býta, hvað segir leifa börnunum stundum að finna út úr þau sjálf því að þau eru bara forrituð þannig, bara þegar vorum á steinöld það voru bara krakka skararnir með mömmunum, pappa dregst út að veiða það voru þeir bara og ærsluðust bara eins og í dýraríkinu þið sjáu það bara þegar eru úlfahópar og hvolpar þar eða ylfingar eins og það heitir þá eru þeir að slást og bítast og það verður einhvers konar röð í kring og þau læra hvernig á að verða fullorðin og ef við bara látum börnin endalegt á síma og gerum allt fyrir þau þá voru að búið til veika einstaklinga sem er minni möguleika í lífinu og við verðum að taka á þessum málum við foreldrarnir og þið spurðum kennara og foreldrar ég veit ekki hvort þið vilja þeir hafa verið ykkur stríði ég held að það sé ekki stríði en kennara verða að muna það að sem sagt börnin eru inn í tímum hjá þeim og foreldrarnir eru í vinnu foreldrar geta ekki fjárstýrt barninu sínu inn í tímanum það er svona grunnelement að kennarar hafi stjórn á hópunum sínum og það að mínu mati er nánast alltaf hægt það er miservitt en það er nánast alltaf hægt
að ná stjórn á hópunum sínum, en það kostar vinnu en hún borgar sér til lengri tíma. Já, ég held nefnilega að sé mikilvægt sko að krakkar fá að stýra sínum ágreiningum eða finna útrum upp á þessu marki, en síðan þarf alltaf kannski einhver út af því að sumir bara sterkar næður og svo náttúrulega bara einelti og allt þetta. Akkurat. Þannig auðvitað þarf oft einhver fullorinn að stíga inn í, en hann kannski þarf að kunna gera það. Já. Það ekki að má ekki stýra þeim alveg, verður aðeins að kreista út úr þeim, skilur lausnina og allt þetta. Akkurat, og bara þetta, ef að krakkarnir treysta þessu fullorðna sem kemur að, þá verður þetta leikur einn. Það bara, ég var að dæmi í Köruboltamóti núna í dag, áður en kom hingað, og þar voru semast ungir leikmenn, 10 og 11 ára, þeir brutu af sér með alls konar hætti. Ég dæmdi mjög mikið sem ekki vanalegt í þessum flokkum, ég vennilega bara nenna menn kannski ekki að dæma almennilega mikið, ég dæmdi mjög mikið og ég spurði alltaf þann sem brauta sig, vistu hvað það gerir ránt? Og til að byrja með nei og svo spurði ég hinn, sáðu hvað hann gerði? Hvað gerði hann ránt? Og við liðsfélagarnir jafnvel, hann gerði þetta og þetta, hann já, viðurkenndi það og svo þegar maður búin að ná svona tengslu, maður sangja, þannig dæmi líka á hinn og ræðir þetta, eftir þetta voru þið bara dæma á sjálfan sig. Þannig að þeir krakkar taka ábyrgð á sjálfum sér og krakkar eru bara svona ef þú veitir ábyrgð og virðing og væntumþykju og einlægni þá fær þetta allt tilbaka í 10. veldi þannig að það að mínum mati auðvitað eru börn sem eiga bara við ákveðna svona geðrænan vandaða stríða þau eru svo fá eða þau eru allavega miklu færri heldur en að vera að tala í fjölmiðlum almennt þessi börn geta verið frek og leiðinleg og allt þetta langflest eru frábær en frek og leiðilega börnin, þau vilja líka þessi tekið eftir þeim og þau vilja líka einhver tekið væntu þau og ef maður sýnir það við þau, þá færðu það líka frá þeim og þú getur snúið barni sem einhvern veginn afundið á allan hátt þannig að það læri síðan félagsfærni og ég segi það að eitt hlutur skólans að gera þetta. Ef við ætlum að kalla okkur sérfræðinga, þá hefur við að geta það. En það sem ég finnst svo bara make a sense það að það alls ekki slettuna, en það við verðum að skilgreina hvað símalaus skóli og það svolítið það sem ég reyna að fiska upp. Mér langar svo að vita hvað þýðir það að vera símalaus skóli. Ég get alveg sagt það sko. Að því að núna Reykjavíkurborg að stóla svo því að 70% af skólum í Reykjavík séu símalausi skólar. En síðan maður að heyra allir þessi skólar þá eru börnin samt með síman í vasanum þau eru með í töskunum. Já, það er þannig. Hvað þýðir það eiginlega að vera símalaus skóli? Það þýðir það sem þú vorst að segja. Að það megi bara vera með síma í skólanum samt. Bara fara á klósett og fara í síma. Menn börnin eru bara með að langmestu leyti því eldri sem við eru með símana með sér og þó að menn titli sér sem símalaus skóli þá þetta staðan þannig. Þetta er bara algjört djók. Þeir eru bara ekki símalaus skóli. Já, þetta er bara svona leiksýning. Já. Það sem þarf að gera í þessu og ég er búin að segja þetta ofan í yfirvöld í Reykjavík, það þarf sem sagt það þarf að vera miðla ákvörðun og nánast bara lög frá menntamálráðuneytinu sem að eru þess eðlis að símar og snjalltæki sem börnin koma að heiman þau séu ekki með þau inn í skólanum en það séu geymslustaðir þegar þau koma þannig að ef þau þurfa að nota til að borga í strætó og eitthvað slíkt, þau geta að skila símanum og þá eiga þau ekki séns heldur að komast í síman til að athuga með tilkynningarnar. Þá er búið að útiloka það áreiti frá börnunum. Þá þurfa þau ekki svona að pæla í því, heyrðu, það er kannski komið 20 skilaboð, nei, heyrðu, það er ekki hægt því að Gunni, vinur minn hinumbergum, síminn hans líka lokaðar inni. Þannig að þetta myndi sérst gera það að þegar við farið mögulega að tala saman aftur, ekkert mögulega, við myndum bara þjálfa þau í því, það er þetta búið til umræðahópa þar sem mann byrja bara að tala saman þjálfun. Ef þú gerir það aldrei, þú forðast alltaf að tala og lætur einhvern annan gera það fyrir þig, ef þú ert yngra systkini, þú lætur eldra systkini tala, því þekki þetta glögt þeir sem eru að hlusta, að yngra systkinið, eða það systkinið sem talar ekki, það verður bara alltaf meira inn í sig og þá erfiðara með að til dæmis heyrðu, mér langar að fara í gæsa við þessu túni þetta er fullt af gæsum, ég vil að fara að keyra upp á bóndabænum og banka í bóndanum fullt af fólki treystir sér ekki til að gera þetta það treystir sér ekki að tala við ókunnugt fólk af þeirra bara og það er mjög margir sem treystir sér ekki að taka upp síman og ringja, þau vilja bara senda skilaboð eða senda hljóðskilaboð í Messenger þetta er bara endalega svona og símalausi skólar, þannig ég bara halda áfram með það þeir ætti að vera þannig að það eru skápar sem krakkarnir hafa aðgang að fyrir og eftir skóla. Síðan yrði bara í raun þjálfun í því hvernig á að hegða sér í félagslegum samskiptum og svo þyrfti ríkið að taka saman upplýsingar og vera með mikið af upplýsingum til foreldra, hversu miklu máli það skiptir
að tala við börnin sín, lesa fyrir börnin sín og vera með þeim og sérstaklega bara ef það eru nýjir foreldrar sem eru að hlusta að fyrstu 1000 dagarnir lífi barnsins eru þessi skipta mestu máli til allrar framtíðar varðandi orðaforða, hugtakaskilning, félagsfærni, tengsla myndun þetta skiptir öllu máli og börn undir 1000 daga aldrei ættu aldrei að koma nálagt snjallsímaskjá, aldrei það í raun ég hef bara orðað þannig að það í raun vanræksla að gera það vegna þess að þú ert að skerða lífsgæði barnsins til framtíðar þessi fyrstu 1000 dagar eru ofboðslega mikilvægir og það er margbúið að sína fram á það Bretar eru með löggjöf þetta og þetta er mér hjartarsmál að einhvern veginn að fólk fari að vakna upp á þessu þyrnurosa blundi og taka til hjá sjálfum sér fyrst og það bæði þurfa skólarnir að gera það og foreldrarnir, en ég tala mjög mikið fyrir skólanum vegna þess að það er staðurinn sem börnin koma saman, þau eru skyldu til að vera þar, þess vegna verður umhverfið að vera þannig að það sé öryggi og það sé ákveðin lífsgæði í því það felast engin lífsgæði því að hanga með hausinn niður í 3 mínútum og tala ekki nokkurn mann og spila eitthvað tölvuleik fyrir utan sko hálsliðina já, fyrir utan þetta líkamlega og þetta, mér finnst þetta bara að vera skylda stjórnvalda, ef ég væri menntamálaráðari í dag þarna sem mér finnst að ég ætti að vera en er ekki, ég er í stjórnarandstöðu þá myndi ég bara ég myndi gera þetta bara 1, 2 og 3 og ég myndi fara setja fjármagn í þessar forvarnir þannig að fólk gerir sér raunverulega grein fyrir því hversu graf alvarlegt mál þetta er. En fyrirgefðu, af því þú ert núna í stjórnarandstöðu og ert komin inn á þing og ég er bara rosalega glöð með það að svona sterk rödd í þessum málefni sé komin inn á þing. Ertu eitthvað búin að tala við Ásthildi Lóu eða ertu með eitthvað gameplan? Eitthvað sem þú... Já, ég er með gameplan, hún getur alveg vita það. Ok, frábært. Þannig að þú ætlar að fara að íta eftir þessu öllu saman núna. Já, við ég veit ekki hversu vel þið fylgdast með kosningabaráttunni en við einn flokka, sjálfstæðarflokkurinn, við komum með 21 aðgerð í menntamálum sem voru mjög vel ígrundaðar. Eina þeim er símalausu skólar og það eru alls konar aðra aðgerðir sem tengjast bara tungumálinu að þeir sem að vinna á leikskóla að þeir tali ákveðið góða íslensku þannig að börnin sérstaklega sem eru erlendabergi brotin að þau læri íslensku þannig að þau hafi sömu tækifæri til lífsgæða og önnur börn. Við erum að sjá það bara í dag að það eru börn sem að tala ekki góða íslensku sem sérstaklega sem eru foreldrar erlendabergi brotnir vegna þess að það kannski tölu pólska heima svo horfum hún á pólskt sjónvarp og svo er kannski pólsku leikskólakennari þannig að þessi börn eiga miklu minni möguleika og ég bara hvet fólk til að fara inn á síðu sjálfstæðarflokks og skoða þessar aðgerðir það eru mjög vel ígrundaðir við vorum 2 sem að sáum mikið að byggja þetta Áslaug Arna og ég og þetta er mikið pælinga bak þetta og ég ætla að vinna mikið í þessu koma þessu út og reyna að fá þetta í gegn og ég mun allavega verða þannig að fólk mun þurfa að hafa ansi sterk rök fyrir því að sinna þessu ekki vel á Alþingi, ég mun allavega láta vel í mér heyra og vonandi bara fjölmiðlar og hlaðvörp taki eftir því og ég fái að vera sem víðast með þessa rödd. Ertu búin að fá eitthvað mótlæti, eitthvað svona mótrök eða eitthvað við þessum málum eins og Já, þetta fólk í skólanum sem eru sendiherrar tæknifyrirtækjanna það fólk býr til alls konar strámenn og ræðist á það og reynir að koma að höggja með þannig en ég finn ekki mikið fyrir því, þetta er svolítið svona eins og þó að rigni eyðimörk þá skiptir það ekki máli það gufa bara upp strax þannig að ég hef ekki mér finnst þetta ekki það hreyfir ekki mikið við mér vegna þess að vísindin, rannsóknirnar þær eru á baki því sem ég er að segja reynslan segir mér það líka og ég finn bara hljómgrunn sem þessi orðræða á í foreldrahópnum fólk bara finnur því miður fólk horfir inn á og veit ofta það er að gera rangt og ég er einn af þeim þegar maður er of mikið í þessum tækjum og þetta er bara áleitjandi og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að það er verið að nota okkur hægri vinstri og ég hef tekið dæmi það að við þurfum að hafa fyrirhlutunum til að geta notið þeirra ef að þið myndir vinna þú myndir vinna ég bendi til vinstri þú myndir vinna 1.000.000 í haptarði en þú myndir hjálpa 1000 manns með þeirra vandamál og fá 1.000.000 fyrir það
þeir myndi líða miklu betur með það að hafa lagt eitthvað mörgum, lagt á þig og uppskorið síðan miljónuna, heldur að þú vannst hana bara í happdrætti. Lífið gengur út á það, við þurfum að leggja okkur fram, lenda í jafnvel mótlæti, einhverjum erfiðleikum, yfirstíga þá, yfirvinna þá og ná árangri, þannig fá okkur fullna í lífið okkur tilgang. Ef við erum stanslaust þiggjendur af einhverju efni sem einhverju aðrir er að búa til að ánýta okkur, þá verður engin tilgangur. Okkur fyrir að líða illa. Hversna, allir þessir ungu menn sem eru bara orðin öryrkjar, einmannaleikinn, þetta er allt bera sama brunni. Það er þessi fyrirtæki sem eru í raun að mjólka ánægjuna út úr fólki og fénýta sér hana. Og þeir hafa líka engar ástæður til að vera gera vöruna sína eitthvað öruggari eða minna aðlaðandi fyrir börn. Þau vilja náttúrulega bara börnin séu eins mikið í tækjanum og mögulega. Því meira því betra og svo er það þarna sem ég nú kannski sagt áður annar staðar en þau búa til aldurstakmörkun 14 ára 13 ára eða 13 ára hvað sem í ósköpunum ef þú veist vodkaframleiðendur getur þeir sett bara 12 ára aldurstakmarka vodka. En þú veist af hverju það er 13 ára þú hefur heyrt koppa. Nei, það er 13 ára því að það var árið 1998 þegar við vissum ekki neitt. Nei, þegar ég var 6 ára. Nei, ég meinti sko bara þegar samfélagi vissi ekki hvað var að fara að koma. Nei, það voru ekki til samfélagsmiðlar, það voru ekki til snjallsímar. En þá er netið samt að koma og þá er í Bandaríkjunum einhverju einu fylki, ég man ekki alveg hvað fylkið það var, þar sem þau setja upp lög að vernda persónugögn, barna. Og nú get ég ekki munið koppa stendur fyrir allan. Og það er bara fyrir þetta sé 16 ára, en til þess að bara fá þetta í gegn, þá var málamiðlun og það var 13 ára. Að eftir 13 aldur þá má ekki safna gögnum börnin og nota þau til að auðlýsa fyrir þau. Fyrir 13 ára. Fyrir 13 ára. Og þetta er svo allt annað sem við erum að tala þarna á 1998 heldur það sem við erum að eiga við í dag. Þetta varð bara út af þessum einum lögum hérna í Bandaríkjunum, þá varð þetta bara staðallinn sem öll tækni fyrirtækin notuð og var síðan bara heimsstaðlinum. Það er engin lógík bak við það af hverju það er 13 ára. Það er engin atferlisfræðingur eða einhver menntaður í læknisfræðum eða mentamálum eða sálfræðingar eða neinir búin að rannsaka þetta og koma þeirri niðurstöðu að 13 ára sé aldurinn þar sem þú hefur nægan þroska til þess að fara samfélagsmiðlum. Nei, ég held að sjáu þið allir í dag að það er ekki nægur aldur til þess að er raun að ánýtast inn í þetta og vera sérst, á þessum aldri þegar framheilin er ekki þroskaður að það sést að ná svona tökum á börnum á þessum aldri og við finnum það bara fullanda fólkið menn að þið farið inn í fyrirlestrarsal í háskólanum svo horfið svona, komið aftan á nefndanum og skoðið hvað þeir að skoða og það er fyrirlestur í gangi megnið að fólkinu er ekki með glærjarnar og fyrirlestunum uppi þau eru svar ykkur allt öðru þegar menn er að gera eitthvað allt annað athygli er að verða, hún er bara að fara sko út í veður og vind börn hafa ekki þrek eða athyglisþrek til að horfa inn að bíómynd með foreldrunum sínum. Nei, það er rétt. Þau bara, og eru komin í síman eða þú veist, það er einhverju þættir kannski 30 mínúta þættir sem þau, ef það er nógu mikið að gerast þetta er ekki hið raunverulega líf og hvernig, þegar mann koma síðan út í hið daglega líf og það bara gengur á þeim gangi sem það er þá verður allt leiðilegt og allt erfitt og allt ömurlegt þannig er þetta bara og fólki líður illa. Þú ert bara í dópamín yfirdræf, sko, þetta er bara allt og mikið og það er engin leið til þess að róa hugan eða taugakerfið eins og við höfum talað þetta áður. Taugakerfið er á fullu. Já, það er bara þanið. Alveg þanið. Og ég vil meira segja að meina bara við fullorðna fólki, þetta er bara eins og hvert annað eiturlyf, þetta er bara eins og það er ekkit hollt að drekka en við fullorðna fólki fáum okkur stund og glas en þegar þú ert farin að gera of mikið af því þá er þetta fara að vera ansi mikið vandamál. Já, og þetta er líka bara, þetta er með þér allstaðar. Þú ert allstaðar með síman og fólk bara, þið getið bara spáðið því sem er að hlusta, ef þið gleymið símanum heima, hvaða tilfinning er það sem vaknar? Það er rosalega vond tilfinning. Já, og það er bara fíknin að öskra á síman og auðvitað er margt í símanum sem maður þarf að nota. Þú veist, það er alveg rafræna skilríkin eru frábæra og allt það,
en þetta bara svo stutt þarna á milli, í sama tækinu líka allt annað það sem þú getur bara 1 klukkutímanum saman í ekkert. Þetta eins og vera algjör og edrú, en þú mátt stundum fá þér smá 1 glas. Já, akkurat. Eða þú verður að fá þér 1 glas í einhverjum ákveðnum aðstæðum. Já. Eins og til að lokka þenn á heimabankaðin. Já, akkurat, en svo bara nóg að búsi sko í bílnum eða eitthvað stað sem ert og það bara, þú getur bara fengið þegar þú vilt og það sér enginn á þér. En svo allt í einu bara sér ykkur á þér að þú veist, þér líður illa og þetta er sérstaklega kannski við kallmenn sem erfiðar að tala um tilfinningar sínar, þeir bara loka sig af, menna sjálfsvík pottþétt, það partur af því að þegar menn einhvern veginn komast ekki út úr sjálfum sér og bara flýja inn í tölvuleiki, síma, eru bara lokaðir inn í einhver illa líktandi herbyggi, hugsa þú veist, hvað kona vill mig, þú veist, hver vill mig, þetta svona, og þessi hvað heita kallmenn sem incel hópurinn, það hópurinn, þeir eru ekki þjálfaðir í því að tala við konur og konur þá er ég að tala við konur og ekki tala við neitt sko. Akkurat. Og hvað þá óglega getur kyn konur sem að þú veist geta hafnað þeim sko. Höfnunartilfinning mjög óþægileg sko. En því oftar sem að upplifir höfnun því svona betur getur maður kannski komið til gegnum hana sko, það er þannig að og það bara með allt, maður þjálfa sér í hlutunum til að bara koma fram, tala fyrir framan hópa fólki, það er eitt af þessum erfiðast sem fólki finnst að gera, en þú gerir það bara, lætur bara vaða, segir eitthvað rosalega vel undirbúin og svo bara gerir það aftur og aftur og aftur og eftir 20 skipti þá er það miklu öðvöldri þetta en upphafi, þetta er bara þetta er lífið í hnotskurn, þegar maður þarf að æfa sig í því, maður þarf að hugsa að þetta gerist ekkert þó maður fái höfnun eða það klappi ekki allir rosalega hátt, það er alveg erfitt og leiðilegt en maður getur gert eitthvað í því, maður getur bætt þetta og þannig að lífið er þjálfun. En það er líka held ég þegar kemur að kulnun, að ég held að þetta stafræna áreiti sem við öll erum undir bara stanslaust, það er að keyra okkur út í kulnun. Já, og þið sjáu það, ég var nú að birta þarna heimasíðinu Facebookinu mínu, ég er nú ánýttjaður þar, að 75% stúlkna upplýði kvíða í 10. bekk vikulega oftar, margar bara daglega og ég hef unnið með fólki, ungum stúlkum sem eru bara glæsilegar ungar stúlkur að vinna í skóla og þær eru svona einhverjir áhrifavaldar með fullt af fylgjendum við talaði nokkra og þeim líður öllum hræðilega, það er bara reglan, vegna þess að myndin sem þær eru búin að mála upp að sér inn á þessum miðlum, allar myndirnar þær eru líta út algjörlega glæsilegar á þessum myndum, málar í réttri birtu og einhverjum stellingu sem eru ægilega flottar, síðan mæta þær í vinnuna og þær geta náttúrulega ekki verið þannig, þau eru kannski íþróttagöllum eða bara sætar stelpur, en venjulegar sæta stelpur, en þær eru búin að búa til eitthvað svona gyðvíu mynda sér svo bera þessi saman alltaf við sjálfan sig líka, svo samanburðu verður aldrei góður og það er ofboðslega erfitt fyrir þær að stíga út og stelpur almennt í ólingsárum þegar eru svona uppgöta sjálfan sig sem stúlkur og ungar konur þá bera þessi ofboðslega mikið saman hver við aðra, svo er það misvinnsælar, hversu sætrar eru, hversu mikið að sína af líkamannum það er líka að fá svona ákveðna viðurkenningu bara vá hvað þetta er flott mynd og sýnir magan eða axlir eða eitthvað þannig að þetta ýtir síðan undir hennar kvíða hjá þeim að þær eru orðnar svona einhvers konar kynverur sem þeim þykir kannski lúmst gaman að njóta athyglinnar en pressan verður alltaf meiri og meiri og meiri einhver sem var vön að fá 50 like og líkar það rosalega vel og svo er hann komin upp í 2000 like 50 like verður bara eitthvað drull og þá bara hendur þeirri mynd ég tala við fullt af stelpum sem hafa eitt út myndum að þær fá ekki nóg mörg like og það glöð það hafi ekki verið úlingur þessum tíma ég var einmitt bara að hugsa núna þegar ég var fyrir 20 árum úlingur ok, það voru kannski 20 stelpur sem að gæti verið að byrja svo saman við og síðan var Shakira og Britney Spears í sjónvarpinu akkurat okay, og það var bara ekki sjans skilur að byrja saman með þær þannig að það var 13 ára en núna ert þú að bera það fram við alla fallegustu heimsins konur sem er líka með filter og photoshopaðar og jafnvel ekki einu sinni til, það er komin að gervigreindar samfélagsmiðla stjörnur og svo farið bara líka endurgjöf bara leið á það sem þú birtir þannig að þú birtir einhverja mynd og tilgangur með að birta mynd er langa oftast að fá rafræn viðbrögð þú birtir ekki bara mynd og svo bara það er þannig að þú birtir og allt sem að birtir, hvort sem myndið eða textið eða eitthvað, þú vilt fá okkur viðbrögð á það, skiptir þetta ykkur máli sem ég var að senda út og hjá þeim af því að
stúlkur og ekki bara stúlkur, bara börn á þessum aldri eru kannski ekki rosalega flinki að búið til einhverja pólitíska texta eða einhverja flotta texta en þessi stelpur hafa á þessum aldri kannski umfram strákana að þær fá mikla athygli út af hvernig það líta út og það getur leitt út í alveg hræðilega hluti líka. Akkurat og þarna þó að það séu svona ungar og þær eru misbráðþroska að höfuðum og framheilin er bara þú veist ennþá 13 ára eða 14 ára, 15 ára en það kannski líta út ef maður geti haldið tölvöld eldri sumar og fá kannski endalösa endurgjöf á það og finnst það æðislegt að einhverju leyti en svo er það kannski bara komnir út í eitthvað sem bara ráða ekki neitt við og það er bara alls konar athygli sem bara getur verið mjög óþægileg og svo getur það líka verið afbrýðið frá öðrum stelpum eða það getur verið útlokkar hingað og þangað og þetta skapar náttúrulega bara streitu, kvíða, einmanleika og erfiðleika. Þetta er bara svona. Já. Þetta er bara alveg ræðilegt. Ég meni, ég sérst að vinna í skóla vegna þess að mér þykir gríðarlega vænt þessa krakka og maður langar að leiðbeina þeim, maður langar að þau verði ennþá betri manneskjur og þau læri að takast á við lífið og þannig að þau sýna mér alls konar hluti og þú veist, þau segja manni hlutina og þetta er það sem ég er að tala um að þeir eyði myndum út ef að einhver úlingstelpur og strákar líka er að hlusta, þá geta það bara talað við fólkvaldar sinni þetta er gert og ég held örugglega allir hafi gert þetta einhvern tímann að taka mynd sem er einhvern veginn og svo farin ekki nóg mörg og þá er henni eitt út og svo er þetta bara í raun óvinnandi vegur vegna þess að einhver sem eins og ég sagði hann sem fær 20 er ábúðslega ánægð með það eða ánægður, svo verður hann ekkit ánægð nema að fá 25 og svo 30 og svo 100 og svo 2000 og svo 10.000 allt fyrir neðan það er hörmulegt en þú getur aldrei náð því það sem að mestu áhrifavaldarnir hérna á Íslandi mestu skvísurnar og þær sem eru út í heimi það er bara ekki fyrir venjulegt fólk þetta er bara fólk er í fullri vinnu hinn að ná þessum lækum og nú ert þú að tala um líka bara stelpur ekki einu sinni í menntaskóla þær eru bara í gaggó bara á úlingastigi en þarna rökin sem maður heyrir sem frá foreldrum sem vilja að börnin sín séu að þú veist eða fá allavega leyfi til þess að vera á þessum samfélagsmiðlum þau verður nú einhvern tímann að læra þetta þau verður að læra að nota tæknina og umgangast þetta og þú veist þetta er bara hluti að nútíma samfélagi en það sem ég er ánum svolítið hrættum er að við séum að setja bara allt og mikla ábyrgð á börn bara rétta lyklarnar bílnum að þess að fyrir umfærarskólan hvernig, eins og þetta, þú ert að tala um þessar ungu stelpur og strákar líka, þeir eru alveg í þessu líka þeir eru einhverjar myndir, þær eru meira í þessu því þær eru fyrr það þroskast líkamlega fyrr en drengir þeir eru meira í kláminu þeir sökka sem meira í það og það er kannski einhver menn þar sem eru að gera einhverjar hluti sem þeir sjá bara, heyrðu, þetta gengur ekki fyrir mig og það getur líka verið mjög erfitt og fyllt menn að minnum átt að kenn En þetta sem þú veist að lýsa að þær eru komnar í fulla vinnu við það að búi til einhvers konar sjálfsímynd á samfélagsmiðlum og bara þær eru farnar að vinna með myndir og lýsingu og þetta er bara fullorðis vinna þetta voru það sem ég lýsti þarna þær voru að vinna sem stuðningsfulltrúar inn í skólanum það var ekki úlingstúlkur það voru yfir er bara rétt rúmlega 20 ára sem eru ekkert rosalega gamlar konur en þetta er bara rosalega mikil samt að þú ætlar að vera mjög ung samfélagsmiðla stjarna þetta er rosalega mikil ábyrgð og ég held að þetta getur farið yfir hausinn á manni rosalega hratt. Sérstaklega þær sem fá mikil viðbrögð. Þær sem fá mikil viðbrögð, það er eftirspurn eftir þeim, þær finna það og þá finna þær bara, þetta er svona ákveðin vegur sem það geta gengið og því meira sem það sýna venjulega, því meiri og betri viðbrögð fá þær inn á myndirna sínar. En þegar við vorum alls upp þá sáum við svo úlingastjörnur, hvað var það, Justin Bieber og Selena Gomez Spice Girls í minni og Hillary Duff og eitthvað sem algjörlega mistu geðhilsuna bara 20 eitthvað ára gamlar eða gömul og fóru bara í drykki og eitulif og það var alltaf að vera að tala um það í öllum blöðum og svona nú finnst mér eins og bara að sjá þetta fyrir bara annarkvært barn eða öll þessi börn sem eru samfélagsmiðlar allt og mörg og þetta sem þú sagðir áðan að ég hef heyrt þetta frá sendihörunum í skólanum að þeir eru að kenna börnunum á þessi tæki kenna þeim á hvað menna, þetta er ekki flókið, þetta eru ný upp en líka svo notendavænt, þetta er ekkert mál nei og þú þetta er ný upp eru verið að kenna þeim okkur upp sem var úrelt eftir hálft ár þetta er, hver er þá áhættan ef þú hugsa bara ábata og áhættu og hagnað hver er áhættan af því þú veist, ok,
við getum bara kennt þeim að byrja að drekka 13 ára, það er bara mjög fínt Bara eða, klárlega. já, einmitt að keyra bíl eða eitthvað, bara, við þurfum að byrja snemma, þannig við lærið þetta vel Ég hef líka verið vitni af nýræðum afa sem lærið á samfélagsmiðla og snjalltæki. Já. þetta er ekkert, ekkert þú veist, þetta er ekkert mál, þú þarft ekki semst, að byrja að vera með þetta í vasanum 13, 14, 15, 16, 17, 18 ára þú veist, þetta hljómar eins og ég tali aftur úr fornöld, þetta er samt bara svo alvarlegt mál að við verðum að horfa gaggrínið á þetta og við fullandi fólkið, við verðum að horfa inn á við hvaða fyrirmyndir eru við fyrir börnum okkar, eru við í símanum þegar við erum að keyra, að skoða stundum eitthvað spjall eða ég verð 5 myndum og setna senda eitthvað, eða eru við bara þú veist, þegar við erum að horfa á bíómynd með makkanum eða börnunum, eru við líka fikt í símanum, eru við vinnun þá eða bara einhverju svona vinahópurinn er að senda eitthvað fyndið og já, þú veist, ég er bara staðið sjálfa með þessu, það er eitthvað í gangi sem er við öll. mjög fyndið og það er rosalega freistandi að skoða það, sko, ég reyni bara íti símanum frá mér, setja hann í hleðslu eitthvað, sko, og ég er meðvitaður, ég er að berjast við þetta, ég er fullorðið maður með þroskaðan framheila og hef töluverða þekkingu á þessu, ég á samt erfiðleikum með þetta. Hversna ættu þá börn að vera með þetta í vasanum? Mér finnst þess að við verðum að setja of mikla ábyrgð á börn. Þau eiga að geta einhvern veginn stýrt þessu, það er bara ekki hægt, við getum það ekki eins og sjálf. Nei. En samt eru þau farin að vera bara, nei, ég ætla að skilja eins og hún sagði hérna, Hún segir hún Ólöf. Já, hérna að sum börn væri bara farin að setja sér mörk sjálf, en auðvitað er þetta erfitt. En hvar eru við komin þegar börnin eru sjálf farin að stoppa sig af? Þá er komin eitthvað samfélag sem við ættum ekki að þurfa að búa í, sko. Þú veist, það eru við foreldrarnir, við berum ábyrgð á börnunum og við í skólanum, við berum ábyrgð á börnunum meðan við erum þar og við erum að búa þeim þannig umhverfi að það sé heillavanlegt og það sé örugt og það sé gott og með þessi tæki í vasanum, það sem við erum hangsandi inni, gerandi hitt og þetta allt þetta bara einhelti sem byrjar, þú veist, það er slagurnir í sjoppu, það er tekið upp, það er byrt, sendt út, það sem einhver er sko lamin. Þetta myndband verður á netinu, þar sem þessi einstaklingur á eftir ólifað. Nýræður geti þetta skotist upp algoritmana í honum þegar hann var 13 ára og hann var lamin í sjoppu. Þetta mun hafa þannig áhrif á hans líf alla eilífð að það mun skerða lífsgæðan hans. Það er bara svona ofbeldi, ég geti ímyndað bara nauðgun sem er tekin upp og fer út á netið. Alls konar svona hlutir, þetta eru hræðilegi hlutir. Nei, ef við ekki bara kenna börnunum okkar á þetta. Jú, auðvitað ef við kenna þeim að þau ekki að birta neitt sem að er svona þess eðlis, ef við höfum ekki einn svona búið til aðstæður sem þetta getur gerst vegna þess, þetta eru börn, þau eru með vanþroskaðan framheila, þau eru alltaf að gera mistök, það er eðli barna, við eigum að leyfa þeim að gera mistök og læra þeim, en það er voðalega leiðilegt að læra mistökum sem verði ekki tekin aftur. Það eru mistök sem eru þess eðlis að þau lifa með þeir endalaust og við eigum bara ekki að bjóða börnum upp á þær aðstæður. Akkurat. Ég er líka að tala alltaf fyrir því að við þurfum að kenna börnum upplýsingatækni innan skólans Já. og það er meðal annars til dæmis að þú segir ekki eitthvað við mannesku í netinu sem þú myndir ekki geta sagt við hana í lyftu eða hvernig gervigreind virkar eða hvað er þetta að gera við myndir með gervigreind allar hætturnar, við þurfum að kenna þeim eins og við tölum alltaf umferðarreglurnar á netinu það þýðir ekki við sem að fara að rétta þeim bílleiklana. Herri, þú bara skuttlaði sjálfur á æfingu. Nei. Þetta er bara geggjað. Þægilegt. Það verður svo geggjað. Það er bara þessi ábyrgð sem við getum ekki sett á börnin með þessi tæki þar sem að við erum með þessa fræðinga sem að eina markmið er að þú eyðir sem mestum tíma í þessum tækjum til að græða sem mestan pening. Við getum bara ekki boðið börnunum okkur upp á það að það er bein lína frá þessum einstaklingum, mönnum og konum inn í líf barnanna okkar til að búa þau að söluvöru fyrir þessi fyrirtæki. Við getum bara ekki búið börnunum okkur upp á þetta. En mér er svolítið skemmtilegt að heyra þig segja þetta að því að fyrir mér er þetta málefni þverpólitískt. Mér finnst bara að vinstri hægri, það ættu bara allir að vera að pæla í þessu og þetta er bara sameiginlegt samfélagslegt vandamál hvar sem þú stendur. En svona, ætlum að fá að pota hans í þig með Sjálfstæðisflokkinn, bara djókið, bara því ég fór að bara let's go. Er að þið náttúrulega stiði frjálsan markað og þetta er frjálsmarkaður en þetta er bara frjálsmarkaður búin að fara kannski aðeins of langt allan fyrir minnsmæk. Já, ég held og ég held ekkert með það eru bara ákveðin tæki, ákveðin efni, ákveðin hlutir sem eru þannig að börn eigi ekki að vera með þá
við látum börn ekki fá bara haglabissu í fermingagjöf menna það aldurstakmark á því út af hverju það vegna þess að þetta hættulegt það getur orðið slys þú ert líklegur til að klúður ykkur þú ert yngri sem betur fer við lærum flest af reynslunni sama með eiturlíf menna heroin og cannabis og allt þetta við viljum ekki hafa þetta inn lífi fólks sem svona frjálsmarkaður þetta hann má alveg vera frjáls af því leyti samt að börn séu ekki undir og ég held að sjálfstæðarflokkurinn held ekki til það, ég veit það bara að við stöndum algjörlega fyrir því og forsjárhyggja ekki eitthvað sem sjálfstæðarflokkur stendur fyrir en ég vil hugsa börn og ungmenni og ég vil sýna forsjárhyggju þar ég vil ekki þau þurfi að skaða þessi þannig og hafa eitthvað reynsla af einhverjum ömurlegum hlutum og ég bara segi að ég vissi að ég hefði getað sagt þér þetta en ég vildi bara leyfa þær að ganga gegna það þetta ekki þessi litlu ágreiningsefni sem ég vil að börn gangi gegnum sem eru þannig að geta markaði fyrir lífstíð Sjálfstæðarflokkurinn vill að þáttur svo ykkar svo ég komi því bara að vonandi að endanlega verður þið bara stórríkar á þessu og sem að ég alveg vissum því þið eru frábærir í þessu og þið þéni mikið og það verður bara þannig þið getur bara stækka og verður bara stór fjölmiðill og ríkis ekki að taka okkur peningan og segja við vitum betur hvernig maður fjárfesta fyrir ykkar peninga heldur þið sjálfar eða að gera því þið eru fullorðna konur og þið eru búin að leggja vinn í þetta taka áhættu, þið eru að eyða tíma hérna núna með mér, þið gætu verið heima og gera eitthvað annað, þið gætu verið í bíó en þið eru að fjárfesta í sjálfum ykkur taka áhættu með því, þá er þið líka uppskera eins og þið sáið. Það verður rosalega skemmtilegt að vera rosalega ríkar af þessu. Já. En ég held að nummer 1, 2, 3 er bara ef það verður einhver breyting í samfélaginu þegar kemur að þessu þá eru við búin að vinna. Ég bara hugsa hana fólk eins og þið skiptir máli. Það verður með ástriði fyrir hlutunum, það sem skiptir máli. Auðvitað gaman að hafa síðan hlýðarafur þegar maður græði eitthvað á því, það er bara fínt. En almennt vil ég, þó ég sé sjálfstæðismaður, þá vil ég bara að samfélagi gangi vel og allir í samfélaginu, allir ná að hámarka möguleika sína í lífinu. Það breytir engu máli hvort þú alveg moldríkur eða ekki, félagslega sterkur eða ekki, með menningarlegan bakgrunn eða ekki. Skiptir ekki máli. Allir ná að hámarka sína hæfileika. Þannig náum við sem sterkustu samfélagi, þannig verður samkeppnishæfni mest og þannig búum við til meiri lífsgæði handa okkur öllum. En hvað finnst þið vanta í umræðina? Er eitthvað sem vantar? Það sem vantar er það að vantar að stjórnvöld stígi bara sterkar inn og lýsi því yfir að þetta er verulegur heilbrigðisvandi. Það þarf að koma miðlægt frá stjórnvöldum þeir sem að ráða hafa peningana og eru kostin til þess. Ég held að það sé gríðarlega eftirspurning á foreldrum eftir því að einhver svona ríkisvald sem hefur þá góðar rannsóknir sem að baki sér og sýnir fram á það sem er í gangi. Meina við erum íslensku rannsóknir það sem að erum 75% stúlkna sem er upplega að kvíða einu svona viku og oftar og drengirnir eru minni með 40%. Er þetta bara boðlegt? Við verðum að gera eitthvað í þessu. Þetta er börnin okkar og þetta er framtíðin okkar. Þegar þú ert með svona kvíða þá lamar starfsþrekið ákveðið mörg prósent. Þessi þekkja það hafa glímt í kvíða eða með mjög mikinn kvíða, þá ertu kannski starfhæfur 5% af 100 og svo bara minni kvíði, þá er aðeins meira starfhæfur. Þannig að við erum að hirða bara alveg fullt af lífsgæðum og bara vinnu af fólki, alls konar hugmyndir sem koma aldrei fram að því fólki er bara svo kvíðið, það þorir ekki að gera neitt, því líður illa og það hverfur inn í sig. Bara lamast. Já, þetta er bara, kvíði getur verið algjörlega lamandi. Já, en upplifur minn í skólakerfinu, og fyrir 2008-10 hérna áður en samfélagsmiðlar urðu svona vinsælir, upplifur minni kvíða hjá börnunum þegar þú varst kennar og skólastjóri. Já, miklu minni kvíða. Já, þetta er alveg áþreifanlegt fyrir þig. Algjörlega áþreifanlegt, já. Þetta hann, Jonathan Haidt, höfundur bókarna sem við stiðum svolítið við, hann talar um og byggir mjög svona sterkur rauk undir þessa kenningu. Já, það er bara breytan sem kemur inn eru þessi tæki. Þetta er ekki rosalega flókið, sko. Þetta er bara á sínum tíma þegar sígarettuna voru, þú veist, sígarettuframleiðendur, þeir höfðu engan áhuga því að þær voru hættulegar. Það voru mörg ár, menn voru að deyja úr krabbaminn og alls konar, en þeir bara þráðust við og komið með rannsóknir á móti að þetta væri bara ekkert hættulegt. Sem þeir borguðu fyrir. Já, sem þeir borguðu fyrir. En það er bara því miður eru of margir í kennarsamfélaginu á þeim vagni að við höfum bara að kenna þeim á tækin og þetta svo sendiherrarnir sem að tækni risana
þeirra störf byggja á því að halda þessu úti og þeir telja sjálfur sem trúum að þeir sé að gera gott starf, ég held sé ekki gera þetta vísvitaldi, en þetta skiptir bara ótrúlega miklu máli að bara Ísland vakni upp og skoði hennan bara félagslega og hennan stóra heilbrigðisvanda. Þetta eru tapaðar kynslóðir nánast. Við höfum talað það heima sem leiðilegt að segja það, en bara vákaður auðvelt að skara fram úr í þessum aldurshópum ef þú bara slekkur á símanuna og ferð að lesa bækur, ferð að tala við fólk, aflar upplýsingar, þjálfaði félagslega, þá verður tækifærið þín til að vera milljarðamæringur ef það er áhugavert, miklu fleiri og þetta bara veit ég og þeir sem að vilja, þeir geta bara komið inn á Facebook síðan og spjalla bara við mig, ég til í spjall hvar og hvernig sem því ég hef alveg reynslu af þessu bæði úr skólastarfinu og atvinnulífinu ég þekki það alveg, ég er ekki að segja að maður sé milljarðamæringur, en það er alveg hægt að ná gríðarlegum árangri eða út sterkur félagslega. Finnst þið vera margir kennara á þessum vagni sem vilja frekar kenna börnum á þessa tækni og samfélagsmiðla heldur en að hafa bara símulegsu skóla? Já, það eru sterkar raddir út í kennarsamfélaginu sem hafa mikill hagsmuna að geta, sérhagsmuna, ekki almannahagsmuna, heldur sérhagsmuna. Hvers konar hagsmunar eru það? Það er bara þeirra störf til dæmis, þeirra ego, þeirra sjálf, þeir eru búin að byggja upp sín störf í kringum það að þetta sé gott og þessi hvetjandi og þetta sé einhvern veginn bara setja upp alla iPadana Já, allt þetta tengist þeim, þetta er þeirra sjálfsmynd, þeir eru jafnvel búin að hafa velun fyrir þetta, svo allt í henni bara er einhvers að segja bara, heyrðu, þetta er ekki nógu gott, það sem þú hefur mögulega verið að gera síðustu 15 árin, það er bara mögulega alltaf einhvern skada og fyrir það alla að fá þannig fréttir, þú fer bara í vörn og þetta fólk sem er út í skólasamfélaginu núna, það hefur ennþá allt of mikil óformlega völd. Það hefur þannig völd og það hefur líka bara orðræðin stundum með sér. Bara þú ert bara eitthvað risaeðla. Við viljum að kenna börnum á þetta. Þetta er komið til með að vera. Viltu að þitt barn verði bara eftir á eyðeginum en allir hinir sigli í land bara og að skjóta upp kampa á henni og verði semast rík og flott. Meðan þitt barn er einhver stað bara lifandi á kókosnýtum. Þetta er svolítið orðræðin sem en hún er að breytast. Og ég bara hvet fólk til þess að hugsa þetta. Ég sjálfur verið að vinna í skóla í tæp 30 ár, hræðilegt að segja þessa tölu, maður er svona gamall, en ég bara sé þetta og ég hef reynslu, ég hef frá fyrstu hendi og svo bara sína rannsóknun og byrna bókin Jonathan Haidt og bara fullt af öðrum bókum. Ég er að lesa mitt eina aðra bók, var þetta hvernig athyglisspönnu bara horfið sem og það er bara, það er alls konar. Já, mér finnst eins og þau kennan sér aðeins að draga þessar raddir meini ég, að sér aðeins að draga í land með þetta var svo mikil væðing í skólum og svo eru aðeins að ná svona jafnvægi og kannski bara draga tilbaka. Hvað finnst þér iPadana? Þeir geta verið mögulega allt í lagi. iPadar og Chromebækur, vitið hvað það er, svona litla fartölur ég hef ekki verið með iPad í skóla hjá mér, við fengum frá borginni, fengum allir nemendur eina Chromebook og ég var vitna þeirri innleiðingu hjá okkur, úlingadeild og svo bara í svona bekkjum sem stundu var eitthvað kliður í, allt bara komin einhver þögn. Það er alltaf mjög þægilt fyrir kennarana með einhver leiti, það bara komin einhver þögn og þú getur verið að kenna, svo sérðu bara barnið, það er opin Chromebook, auðvitað það er hægt að skoða hvað krakkarnir er að gera en þú hefur enga tími í það. Ég kom oft inn í stofu á fyrsta degi með þessa, þá voru komin í Fortnite nokkri drengir. Þannig að þú veist, og þetta er, þú voru bara að spila það og ég þekki það bara sjálfur, ég í menntaskóla, þá opnuðu við skjálftaskóla, vorum að tefla í tíma, svona aðeins skarru heldur en þetta, börn finna sér leiðir og sérstaklega börnin sem standa höllum fæti, skilji ekki alveg hvað er að gerast, þykir það óþægilegt, þá er rosalega þægilegt að fara inn í þennan rafræna heim og fá sér rafræna snutnuna sína. Þetta, og þau börn draga síðan lengra aftur úr. Þegar þau koma heim, þá er kannski engar hömlur á þeim, fara beint í tækin, eða þá, ef börn erlendi bergi, þá fara það bara í erlend sjónvarp, erlend tal, meðan þau börn sem eru með meiri kjölfestu í sínu lífi, þau eru líklegri til að bara hafa þetta af. Og ég segi hafa þetta af vegna þess að þetta er bara þannig, ef þið tækið núna, þeir ekki rannsókn á því, að tækið heilu árgangana
myndi prófa hversu vel þjálfaði krakkandi var í að tala hvert við annað, bara eitthvað ræðiði kringluna, hvað gaman að vera þar orðaforðin og hugtakaskilningurinn og láta eitthvað samtal flæða það miklu verra í dag heldur en var fyrir 10 árum síðan og það þýðir bara það ef þú ætti að sækja vinnu ykkur staðar og getur ekki tjáði það hver hæfniðin eða komið þannig fram að það sé eitthvað svona varið í þig að það sé eitthvað svona eitthvað í þér eitthvað safið það sem að vinnuveitin sér bara heyrðu, þetta einstaklega sem er okkur að ráða þá ertu bara ólíklega að fá vinnuna það kemur einhver annar sem getur aðeins tala betur með aðeins fleiri hugtök og orð og reynu og geta móta hugsanir sínar þetta verður bara þannig að þú verður bara bitur, þú fær ekki vinnuna sem að þér finnst þú eiga skilið að því að þú ert eitthvað klár með einhverjum hætti þú bara kemur einhver frá þér þú kemur ekki þessu góða gáða sem þú telur þið hafa og ef maður fær aldrei, ef maður upplifir ósangirni, það er eitt af því sem er bara grafið inn í skriðdir í heilan okkur möndlungin, ef við finnum að það sé komið ósangirnt fram með okkur það er sterk tengsl við það og kulnun til dæmis bara, eitt af því sem veldur kulnun ef þú upplifir það að það sé komið ósangjant við tíma eftir tíma fólk sem hefur farið í atvinnuviðtöl og ekki fengið vinnun og tekið eftir því að einhver gamall bekkjafélagi sem veit að það er betra og klárara en því að hann fekk vinnuna því að hann gat komið orðið fyrir sig þú upplifir ósangjandi, þá líður þið mjög illa sem er bara eðlilegt því að það er og það er búið að sýna fram til dýrarannsóknum að dýr trillast apar ef það er komið ósangjant fram með hann ef hann fær ekki sama mat okkur annar það verður bara algjört katastrófa og það er það sama þó við hegðum okkur ekki þannig við bara brotnum smátt og smátt inn í okkur kulnun, vanlíðan einmanleiki, depurð, kvíði allt þetta og símarnir eru að taka þessa þjálfun af okkur, þegar ég segi símarnir þá á ég við forritin í símanum, snjallforritin ég er ekki að tala um gamla Eriksson síma sem út með í vasanum, það er ekki þannig þetta eru símar þar sem út sítengdur við neti, við alheiminn og þú getur fengið endorfin kikkið þitt bara á 15 sekúnda fresti eins og þú vilt og kostaði ekki neitt að því það er ókeypis netsamband Mér langar svo að fara aðeins aftur að þegar þú varst að tala um að við þurftum að draga símann út úr skólanum eins og við erum búin að vera að tala og það þurfti bara kennarinn að stiga fram og aðeins að aðstoða bara við bara ræða saman, aðstoða við þessi félagslegu samskipti og svo var annar, það voru skólastjórnendur í skóla á höfuðborgarsvæðinu sem voru hikandi við að hafa símalausa skóla eins og var svona smá krafa frá foreldrum út af því að það voru börn sem stóðu höllum fæti og þau gátu horfið inn í símana sína og fyrir mér er þetta alltaf spurningum bara starfsmenn, það þarf það bara fleiri starfsmenn til þess að aðstoða bæði þessi börn sem myndi vilja leita í símana sína þegar þau væru stæðu höllum fæti félagslega og einmitt þegar við erum að hjálpa börnum að fara út úr þessum fasa, vera alltaf í símanum þegar við gerum, höfum skólina símalausa, snýst þetta ekki svolítið fjármagn líka? Ég held að það séu það er alltaf fleiri og fleiri börn sem eru komin það langt leitt í þessu að þau þurfi bara svona sérfræði aðstoð ég veit bara um börn sem að hafa farið með foreldri sínum upp í sumarbústað og þannig það langt inn í dal að það er ekki netsamband fólk hefur þurft að fara heim á föstudegi, komið upp á föstuskvöldi það er ekki einu gist því að það er bara allt brotuð og bramlað þetta eru öfgadæmi en þetta er samt þannig og þetta er fyrir mörgum árum síðan þannig að þú veist ég er nokkuð viss um það að við erum með mjög sterkan starfsmannhóp í grunnskólanum og það er búið að setja miðlægt sem sagt að skólarnir séu símalausir og búið að útskýra hvers vegna það er og þá er það líka bara þannig að það er ef einhver kemur síma þá eru viðurlögin þannig að síminn er tekin og foreldrarnir þurfa að sækja síman og þannig var þetta þegar við vorum alst upp en það þarf líka að vera þannig að sem sagt ég vonaði að lesið ykkur á Facebook síðunum minna þegar ég skrifa svo mikið um skóla það hvernig það að búið til góðan skóla að barn sem kemur síma í skólan þá er það á einhverju skólanum vera þannig tengslum við barnið að barnið treystir þessum einstaklingi og ef það treystir honum og þykir vænt um hann þá mun það láta síman að hendi án þess að verði eitthvað stríð í kringu það og þetta ábara við allt í skólastarfi öll börn eiga að lágmarki einn fullorðin sem það treysta fyrir öllu í sínu lífi
og þannig eigum við að byggja skólana, það sé þannig og sérstaklega þau börn sem standa höllufæti og eiga ekki foreldra sem að kannski sinna þeim eins vel og þeir getu. Ef að við varum með þannig skóla að starfsmennindi myndi allir taka höndu saman, ef einhver væri með síma, þá er það bara hann tekin og foreldrar myndi sækja hann. Ég held að foreldrar myndi líka bara geyma síman heima. Ég held að það vita það bara, það eru allir sem ætla að gera þetta og í stað að segja, það er allir með síma, það er enginn með síma, þú fyrir ekki með síma. En þá eru meiri árekstra, þurfum við ekki þá fleira starfsfólk til þess að mónitora þetta og leysa kannski mjög skamst tíma en þegar að renna af öllum þá kannski skjáðar þetta. Ég held ekki, við þyrftum bara að skapa þannig aðstæður, krakkarnir hefði eitthvað við að vera, við ekki borðinnsborðað eitthvað slíkt og svo þyrftum við, það væri kannski allt til að hafa, ég myndi frekar að vilja að það er svona álagsgreiðslur á starfsfólki í skólanum að það myndi þá fá tímabundið þegar með henni vera að afvatna krakkana að ég sé alveg fyrir mig það er alveg hægt að náðu þennu og það er líka hægt að ræða það bara krakkar þessi yngri krakkar það er bara auðveldar þau eru minna með síma en úlingarnir þau taka alveg rökum frá einhverjum sem þau virða. Já, kannski taka rökum en svo lendir þeim samt saman út af því þau voru ekki í símanum, það verða bara meiri samskipti og það er bara pæli hvort það þurfi bara ekki meira viðvera en það kannski Nei, ég held ekki það er alveg hægt að vera með mjög stóran hóp á krökkum 2-3 fullorðnir 100 krakka og það er verið að gera eitthvað, svo kemur eitthvað upp á ef að krakkarnir vita að þeir einstaklingar sem eru þarna inn í með þeim þessu 100 að þetta eru einstaklingar sem eru bara þau virða og þau vita að einstaklingar þykir væntu þau og eru einlægi við þau og hafa tengst þeim og þekkja þau þau hafa engan áhuga að láta illa í kringum svona fólk auðvitað getur þeir mórið á þau geta klúðrað einhverju en síðan þegar komið þannig fram við þau að jú, þú gerir mistök en hvað ætlar að gera? Þú ert bara að læra mistökunum og þú lofar því þá finna þau bara að þau fá sanngjarna meðhöndlun þá eru þau þetta eru skemmtilegustu lífverur jarðarinnar, úrlingar í grunnskóla. Þannig að það er alveg mjög auðvelt að ná þeim meira og minna öllum. Ég er að segja að það er kannski 1-2% sem eru þannig að það er erfitt að ná þeim. En hinn eiginlega öll eru þannig að það er mjög auðvelt að ná þeim. En það þarf ákveðið sem bara svona sjálfströst líka til að geta stíð inn í aðstæður og náð til krakkana og bara viðurkennt líka við sem fullorðna fólki erum að klúðra einhverju við gerum það alveg stundum að bara segja það ef ég tek dæmi, það lætur ykkur illa inn í bekk og er búin að taka kókumjólk og spreyja yfir næsta mann sem getur alveg gerst og þá skiptir miklu máli hvernig það mál er afgreitt og ég ætla bara að segja ykkur frá því þannig að vonandi einhverju geta nýtt sér það að þá myndi maður kalla á nemanda sem gerði þetta og fyrir, maður væri, að því að þetta væri eitthvað að liða á vetrum mögulega, þá myndi maður þekkja hann einstakling, maður myndi vita hver hann er og allt það og hann vissi hver maður væri, maður myndi kalla hann fram. Fyrst hann að lána hinn fötin sín? Nei, alls ekki. Og svo myndi maður bara ræða við hann og segja, hvers vegna, vistu hvers vegna þú komin eitthvað fram? Já. Og hann myndi segja, já, út af hverju, og þá myndi hann segja út af hverju það væri. Og hvað finnst þér ég að gera núna? Núna er þú búin að spreyja yfir hann Palla og hvað er þú að gera? Og hann myndi mögulega að leggja það til þess að þú sagðir. Ég lána hann bara peysuna mín og buxurnar eða eitthvað. Ég segi, ok, það er hægt sko, en er eitthvað annað? Nei, ég veit það ekki. Og svo myndi ég biðja hann að fara inn aftur og kalla á Palla og gá hvernig hún liði með það að vera allur út í kókumjólk. Og hann myndi, að því að þekki mig líka og hann veit hvað gerðist og ég myndi segja að hinn einstaklingun hefði yðrast gjörða sinna og Palli myndi hann myndi segja möguleika, hann er bara pirraður út í þennan strák en ég myndi taka þá saman upp á skrifstofu og ég myndi ringja í báða foreldra ég myndi segja við foreldra þess sem að spreyjaði að hann hefði bara gert þetta en hrós honum síðan fyrir það að hann bara viðurkenndi og hann vildi bæta fyrir sitt og hann var í úlingur og hann bara læriði vonandi af þessu, svo myndi ég hringi hinn og strákarnir heyrðu þetta, svo myndi ég hringi hinn að foreldrarna og segja hvað það er gerst og bjóða þeim hvað viljið þið gera, viljið þið að hann fari heim og skipti föt eða hvað viljið þið, bara ræðið foreldra Sigga og hvernig þetta er og þarna heyra foreldrarnir það strax tekið á málunu, það er hringt í þau, það látið vita, strákarnir báðir eins sáttir og mögulegt það er búið að innan gæsalappa refsa eða betra Sigga aðeins og Siggi finnur bara að heyrðu, ég gerði rangt
út og vonandi getur hann byggðist einlagar afsökunar. En það væri líka hægt bara að öskra við bekkin. Hvað aðeins skotar hann verið að gera? Af því maður þolir ekki að nema þetta. Hann er búin að hegða sér svona áður. Gjör svona óferjandi og óalandi á óþólandi fóreldra sem kunni ekki alveg upp. Þannig gera sumir og þá ertu búin að grafa skurð á milli þín og hans. Hann þolir þig ekki. Þó að hann hefði spreiðað eitthvað, þá fyrir öll aðtekla hvað til leiðulegðan. Þú ert að smána hann fyrir framan hópinn. Opinber smánun er verstatilfinningin. Hún er verri heldur en að standa fyrir framan hóp og tala. Þá þetta smánaði opinberlega. Það græðir aldrei heilt þar. Ég spyr oft krakka og þegar hún er fullorðin þegar maður hittir einhvers staðar, hvað er það sem þið munum skólanum? Oft er það eitthvað jákvætt, þú hrósaði mig fyrir það hvað ég brosti fallega eða eitthvað slíkt, en síðan eru oft líka á leikskóla sagði leikskólakennarinn að myndi mín var ljót. Bara eitthvað svona lítið atrið og kannski sagði leikskólakennarinn bara óvart, þetta er ekki nú flott, þetta er bara ljótmynd, teikna hann betur, litaði betur. Svona getur bara setið í fólki. Þess vegna verður að taka, ef þú tekur svona málum, svona litlum aðmálum og þú verður náttúrulega að tengjast krökkunum fyrst og verður búin að reynda að hringja í foreldrana áður og hrósa barninu og mynda að byggja brú heim, þá veit fólki að þú þykir væntur barnið og það barnið er ekki bara einhver tala og einhver kennitala í hugum kennarans. Og það er alltaf einhver annar, það er alltaf tveir kennarar það saman, þannig að einn getur farið í svona verkefni. Nei, þú ert bara með þenni stjórn og hópn og það er bara ró, þú fer bara út og segir bara, heyrðu, þegar ég fer út þegar ég heyri allt sem gerist, þegar ég kemur inn aftur, þá verður ró. Okay? Þegar maður kemur inn aftur og það er ekki ró, þá bara tala með krakkana, heyrðu, hvernig hef ég komið fram með ykkur? Og bara beitir ögur sálfræði og bara hvernig viljið þið koma fram við mig? Og þá bara segja þau öll, vel, ok, þá ætlum ég að prófa að fara aftur fram og tjekka þau hvort þið getið bara verið róleg þegar ég fyrir fram. Svo fer maður fram og svo heyrir maður ekki neitt, kemur inn og bara geggjuð, sendir 1 tölvupóst alla foreldrana, heyrðu, ég gerir smá tilraun á krökkunum okkar, þið yndisleg börn, haldið áfram að framleiða börn. Það er líka fyndið, smá húmor með fyrir vikið þessi kennari er búin að lyfta sér upp í einhvern stiga hjá foreldrunum og öllum bekknum. Þú ert komið bekkin á þennan stað, þá færið ekkert fuck you tussaðinn frá þessum krökkum. Það er ekkert þannig. Auðvitað gæti það komið fyrir. Þá bara tekur það þig eins og ég var að lýsa á hann. Kalla, heyrðu, kíkta þarna með þeim fram. Þú veist, og bara út af hverju. Já, ég sagði þetta, sorry, bara, hann var að segja mér, en svo bara ræðið mér það. Það gerir ekki alltaf vitlaust þó þetta hafa gerst. Þetta eru börn sem gera mistök. Og þau finna það alveg þegar þið ekki væntu þau og þeir langar að þau geti bætt sig svo ræðir maður bara við lífa og tilvöruna ef þið hefðu ykkur svona, það fáðu ekki tækifæri þið viljið tækifærið ekki hverju það er sem fá tækifæri og svo lýsir maður því og þau tengja öllu það þetta er ekkit rosalega flókið, maður á bara að vera góð manneskja góð fyrirmynd og þannig koma tækifæri hlaupandi til þín. Ég er rosalega jákvæð, mér finnst rosalega gott að heyra að þetta sé orðið svona mikil umræðum þetta og að það sé komið inn á þing og það var líka í stefnuyflýsingu ríkisstjórnarinnar að skoða hvort það ætti að vera miðlægt yfir alla skóla. Akkurat. Ég hoppaði í sófanum þegar það sögðu þetta. Já, þú þarf bara að íta undir að það verði gert. Já, ég geri það. Alveg hart. En þetta var, svolítið góðu botn held ég í þáttinn. Já, ég er aðalega bara kannski, ég hef smá ágjör af þessari týndu kynslu. Þessari kynslu sem er að verða fullorðin í dag, sem lendi einhvern veginn undir, af því mér finnst við vera öll miklu meðvitaðri en núna. Bara sérstaklega frá því núna 2004, þessi bók kemur út, þannig að The Anxious Generation, eftir Jonathan Haidt, og þá, við erum öll að vakna, umræðin er að koma, löndin í kringum okkur er að vakna, við erum að tala um Frakkland, Holland, Svíþjóð, England, Ungverjaland, Ástralía, Bandaríkin verður að segja, við erum öll að vakna, það er allt að gerast, bara mjög jákvæð með þetta, en þetta er búið að vera mjög slæmt og við þurfum kannski bara öll að taka svolítið vel utanum þetta unga fólk sem er að koma til manns í dag. Af því að ég hef engar ágjör börnum sem eru í leikskóla í dag. Ég held að þetta verði alltaf næmi með þau. Ég minni ágjör þeim og ég finn það bara þegar maður spyr krakka, fullorðið fólk á barnengraraldri, svona 25-35, sem er kannski með 1-2 börn eða ekkert barn. Hvað ætli það að gera þegar barnið kemur í heiminn eða veiknisbörn? Ætli það hleypa þeim í snjalltækin? Ég að tala við, nei, alls ekki, þú voru ekki að segja neitt annað. En það er alveg svona meðvitað það að þetta er ekki eitthvað gott, en svo er þetta bara svo freistandi. Það eru læti, þú ert að búið til matinn og það er mamma og þú veist, og einhvers slær sleif í hausinn á hinum. Þá er svo freistandi, bara, taktu síman. Þetta er freistandi fyrir þau, þetta er freistandi fyrir
okkur, þetta er freistandi fyrir alla. Slær sleif í enn sem hafi bara upplifað þetta sjálfur. Ég hef upplifað alls konar með mína krakka sko, en þau tvö eldri, þau hérna sem betur fyrir hérna, ég þurfti minni áhyggjur á þeim, þau eru fætt að hérna snemma, 99 og 2001, þannig að ég hérna 2009 drengurum minn aftur á móti aðeins í öðrum málum. En nú vona ég bara að ný ríkisstjórn og þau á þingi komið þessi í gegn að Tristum á það. Bara fyrir haustu 2025 þá verða allir meðlagt, bara allir skólar símalausir, bara upp í 10. bekk á Íslandi og við förum í allsherjar átak við að foreldrar að upplýsingar, já, bara líka, við bara afvötnin börnunum sumarfríð. Þá bara afvötnast allir og þetta verður ekkert mál að byrja haustið. Ég veit einhverju frussulæja yfir því, þetta sumarfríð sé bara rosalega erfitt í. Já, en sjáuð, þú veist, þetta var ekkert svona. Þú veist, þessi símar hafa ekkert alltaf verið þegar þið voruð krakkar, þá voruð þið bara að gera eitthvað á sumrin, maður var að gera eitthvað, þú veist, ég var í einhverju alls konar rugli, það er strætónur í bæ og klifrandi í Hallgrímskirkju, þú veist, það er ekki gott kannski, en ég lærði heilmikið á því, ég hrapaði ekki til bana, en ég kom óskattar, það er náttúrulega ekki allt betri gamla dag, en það er samt sem áður, börn voru ákveðnuleyti frjálsari frá þessari tækni og voru að gera alls konar hluti sjálf, upplifðu svona lendi í einhverju hindrunum og yfirstigu þær og voru bara þokkar að sátt við sjálfum sig á þess að átta sín svona á því bara, það bara gerist eitthvað og þau lærðu á því og þá bara gerðu þau ekki aftur en núna fáðu þau ekki svona að prófa það til að læra því. Já, ég ræði þetta stundum við mín börn og ég hef alveg tekið spjalli upphafi sumarfrís, bara, við nú vorum að fara í þessa ferð, við ætlum ekki að vera að gera þetta og hitt, skilji, þess að skjá, þetta er eitthvað sem er kannski vani hjá okkur fyrir kvöldmat á virkundum sem er svona regla, þannig að það er kannski alveg hægt að gera það og þetta börn er á klár. En þú veist, börn verða og ekki bara börn, heldur við öll, verðum að skilja út af hverju, ef þau eru svo líklega til að breyta rétt ef þau ná að skilja hvers vegna þetta er, hvað er í húfi það er ólíklega bara af því bara þá er ólíklega að þau hegði sér eftir því, ég bara finna þegar maður er sko í körfubolta, þú veist, þegar leikmennir er að hlaupa og dreifa sér völlin það er sagt við leikmennir, heyrðu, þegar speysa völlin, að dreifa ykkur völlin þeir vita ekki út af hverju, það er miklu ólíklegir ef þeir vita út af hverju það er, þá gera þær að svo alltaf fara að sjá að það virkar þannig að ef þetta er gert, það er eitthvað svona símalust eitthvað, að setja upp eitthvað og láta þeim takast að líða vel án símans og styrkja þá hegðunum leið og ég er oft sagt krökkum bara við varandi fórhaldisuna heyrðu, gerið eitthvað með mamma og pappa spilið eða farið í bíó eða eitthvað hrósið þeim síðan eftir það hvað eru þau líklegir eða ólíklegir að gera þetta aftur sem þau gerðu með ykkur og þau segja leið þau eru líklegri. Þannig að þau geta stýrt fóreldrarnir jákvætt svona þau eru að snúast við. Já, það er alveg hægt. Við getum stýrt bara hvert öðru svona. Því jákvætt styrking hún er ótrúlega mikil og svona óregluleg það má ekki bara vera alltaf, heldur bara stundum þannig að þú getur ekki bara gert það ráð fyrir ykkur jákvæðu. En þegar við ætlum að gera það með börnunum ykkar þið verðið að undirbúku, þið eru vön að fara í síma það er kannski margir klukkutímar sem verður lausir þetta er bara svo, sá sem er að drekka og hættir að drekka allt er bara kannski 10 klukkutímar sem að bara í ykkur finna áfengi vera fullur og þunnur bara lausir, hvað er að gera, bara leiðist búið til eitthvað svona atburð eða eitthvað það sem að börnin samt sem aður og endan þurfa að gera þetta sjálf þið geta leikið bara við þau alltaf framöndur öllu en samt sem að þið finnir hvað þetta er gaman þið erfuðu eitthvað, löbbuðu upp á eitthvað lítið fell og það sem að upp á fellinu gerðuðu eitthvað, stektuðu egg þau voru með prímus með okkur, vá, það er gaman það muni allir eftir því þegar þið verið eitthvað ferðalag og bíllinn festist og mamma fór út að íta og datt í ána ok, það var hræðalt á meðan það stóð en hversu marga klukkutíma getið þið minnst þessa ferðast ef engi slasaðist þar að segja hvað þetta var gaman, munið þegar bíllinn festist svo mamma rennandi blöyt og hún fór bak við eitthvað og voru að þurrka sig það var allsbör, ahahaha svona atburðir þegar eitthvað kemur upp og þið gerir eitthvað sem er óvenjulegt það verður svo gott eftir, það verður góð minning sem þið getið síðan talað saman og út af það gengur lífið að vera með börnunum sinum alaðu upp og búa þannig nútana að þau verður betri og sterkari manneskjur en þið voruð. En líka ævin er ekkert nefnum bara minningar og upplifanir og það, við hugsaum öll tilbaka mástu þau gerum þetta þegar hún krakkar nákvæmlega. Hvort sem með foreldrum með vinum eða bara ein það er engin að fara að segja hérna á dánarbeðinu
Manstu þegar við vorum í season 47 í Nei, Fortnite? akkurat var eða, svo gaman. vá, hvað ég var ánægði hvað ég vann mikið alla æfina og var alltaf til nýja kvöldin og þú veist, náðu að kaupa þetta flotta einbýlishús og þennan sportbát og jeppa Ég er svo fegin að ég fekk þessa 4 tíma á dag á TikTok. það er mitt, vá Þeir- ég man 29. mars 2026 þá sá ég uppskriftina og svo þegar kallin þetta rassinn gleymum þessu aldrei Þetta er bara gull í æsku. En ef að segja þetta gott, Já. við komum vel yfir tíma, Já. það er búið að vera rosalega gaman að tala við þig. Já, mjög gaman að tala við ykkur Við bara getum ekki hætt, en Nei. við kannski verðum bara að fá þig aftur. já, bara ég kem þið kallið Þú getur augljóslega að tala um þetta. já, það er margt bara, ég hveit ekki til að skoða bara Facebook-síðuna Já, við gerum það er alveg ýmislegt þar sem er sko varandi skólamál, því við erum alltaf að tala meira kvíða og líðan sko, en þetta tengist allt þetta er allt ein heild sko. Það er skólinn, heimilið og stjórnvöld, við verðum að vinna saman Rétt. að þessu og við getum ekki gert það einn. Það er ekkert eitt foreldri getur gert þetta eitt, Akkurat. engin eitt skóla eða eitt kennari og engin eitt þingmaður heldur. Nei. Við verðum að standa saman í þessu og breyta þessu að þetta er ekki lægi eins og eina sem er ósaman eitt þingmaður, ég held að hann geti gert það ég er með sjálfströst Já, áfram þú, ég stend með þér. þetta var grín, Já, Hlakka til að sjá hvað þú gerir. Takk hérlega fyrir Já. komuna. takk fyrir að bjóða mér